Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn minn Heilsa og velja. Í dag langar mig til þess að segja þér frá því að verslunin Betri dagar er með sérstakt tilboð á Life Extension bætiefnunum. Er að ræða bætiefni sem er með síðasta söludag í kringum áramótin eða eftir rúma 2 mánuði og það er verið að bjóða þau með 50% afslætti. Þannig það er kjörið tækifæri til að bæði fylla á byrðar hjá sér því að bætiefnin eru góð alveg í 3 mánuði eftir síðasta söludag og líka ef þú hefur áhuga á að prófa eitthvað sem þú hefur aldrei prófað áður að þá svo gott tækifæri að nýta afsláttinn og skoða hvort það sé eitthvað sérstakt sem þú vilt prófa. Það sem ég er búin að gera er ég búin að taka saman smá lista og þú finnur hana hérna undir þessum þætti í textanum sem ég hérna fyrir neðan. En ég ætla að renna þessi gegnum listan og segja þér frá því sem mér finnst spennandi þegar ég fer í gegnum þetta. Eitt af því fyrsta sem að poppar upp er hérna Neuromag, en Neuromag er magnesium og það styrkir taugakerfið og bætir svefnin og þetta er eitthvað sem ég tek alltaf inn á kvöldin. Það er líka í boði resveratrol. Resveratrol það dregur úr öldrun líkamans vegna þess það örvar starfsemi stofnfrumna í líkamanum okkar. Og svo er það fyrir konur sem er á breytingarskeiðinu, þá er það Menopause 731. Ég hef heyrt frá konum sem hafa verið að nota þetta og þær segja bara þvílík breyting. Þannig að þetta er eitthvað sem er kannski þess virði að prófa. Super early poik, það eykur starfsemi hvatberana og það er frábært fyrir grænmetisætur því þær þurfa kannski öðruvísi bætiefni heldur en við hinn sem borðum kjöt og annað þess aftar. Það er Women's Bladder Support, það er mjög styrkjandi fyrir blöðruna og starfsemi hennar og það er bætiefni sem heitir Enhanced Sex en það eykur í rauninni kynlöngun kvenna eftir 50 sem oft eftir niður samhliða að breytingarskeiðinu. Svo er það ónæmispakkin, við erum að fara inn í veturinn þar sem margir fá kvef og alls konar aðra óværu en í þessum ónæmispakka er C og D-vitamin ásamt sinki og góðgerlum þannig að þetta styrkir mjög ónæmiskerfið og meltingakerfið en stór hluti ónæmiskerfisins er í meltingakerfinu. Og svo er það blood relief, þetta er eitthvað sem hægt er að taka fyrir mat og það dregur gegn uppþembu sem oft fylgir eftir mat. Þannig að þegar maginn stakkar 2 númer bara við að borða eitthvað. Og það er milk thistle sem er styrkjandi fyrir lifrina, mjólkurþystill er þekktur fyrir það og svo er bætiefni sem heitir Daily Bowel Regularity og það tryggir daglega hægðalosun sem er náttúrulega allra mikilvægast því við viljum ekki vera að safna þeim inn í líkamanum okkar. Og svo eru prebiotik tuggutöflur, ég hef notað þessar og mér finnst það ræðislega. Þetta er meltingarensím sem örvar niðurbrot og nýtingu fæðunar. Og svo er það Triple Action Blood Pressure sem dregur úr of háum blóðþrýstingi og svo er það bláberja og granadepla ekstrakt sem styrkir slagæðarnar, gerur þær öflugar hjá okkur og svo er það Uric Acid Control, það dregur úr þvagsýru í líkamanum en hún þetta veldur þvagsýrugigt og ömulegum sársauka. Og svo er það branched chain aminoacid, það eru nauðsynlegar aminosýrur sem eru góðar fyrir vöðva, einhver hjá þeim sem að æfa mikið og styrkjandi fyrir lifrina. Svo ég hveti þig til að tékka á þessum lista og nýta þér tækifærið. Ég hveti líka til að smella á like og subscribe undir þessum þætti til að hjálpa mér að dreifa því efni sem ég er að bjóða öllum ókeypis upp á. Takk kærlega fyrir í dag. Ég ætla að finna leið til þess að stoppa upptökuna mína og við sjáum seinna.